Jæja Þórður, við vorum að ljúka leik, klukkan hvað var það, 2? Jú. Og hvernig var, bara tilfinningin að spila svona seint? Það bara alltaf jafn gaman. Ég vil meina að þetta sé bara forréttindi að spila svona seint, að geta að hafa möguleikann á því. Já. Þetta sé alveg ógeðslega gaman að vera bara hérna með náttúrunni og á góðum velli og... Fuglasöngur og... Já, heyra bara í Hvítá og öllu saman. Já. Bara geggjað. Já. Segðu mér, hvað er þetta mót gamalt? Hvað hefur þið lengi með? Þetta er 5. eða 7. árið sem við erum með þetta. Hann Birkir, fyrrverandi framkvæmdastjóri, hann kom með þessa hugmynd og náði að koma svo laginnar. Það er bara búið heldur betur búið að vinda upp á sig. Og þetta er væntanlega alltaf svona þetta leyti? Já. 21. júní er lengsti dagur á Íslandi. Þið reynir svona að halda þetta þar í kring? Já. Og þetta er náttúrulega svona síðasta lagi núna hjá okkur. En við reynum aldrei að hafa meira heldur en kannski helgina eftir sumarsólstöður. Nei. Og við hefðum viljað hafa aðeins svona heiðskýrara væntanlega. Það var svona dóldur-rökkur. En þetta var mjög gaman. Já. Þetta var ekkert nema fjör. Já. Og hvað er margir í þessu móti í ár? Það eru 350 svona tæplega skráðir sem bara virkilega fínt miðað við svona hvernig veðurspáin var lengi vel fyrir mótið. Já. Og svo allt í einu tók þetta bara mikið kipp í vikunni svona þegar það fór aðeins að birta til. Einmitt. Þið byrjið hvað, klukkan 2 á föstudegi og alveg til 10 mínútur í 2 á morgun, eða semst í dag, komin nótt. Nákvæmlega. Hvað væri þetta margir ef það væri bara fullt í öll hólf? Sko, ef við myndum vera alveg bara stappaðir frá bara byrjun til enda, þá held ég þetta sé 576 manns. Ok. En það þyrfti náttúrulega allt að ganga eins og smurt og ég veit ekki alveg hvort það myndi svo sem ganga. En við erum með nokkur hól alltaf inn á milli sem svona buffera, þannig að ef það væri komin á senkun þá gætu við náð þeim tíma tilbaka. Þannig að ég myndi segja kannski til þess að maxa þetta út þá var þetta kannski 500. Það væri held ég svona alveg hámarkið í þessu. En það er kannski hæpið að sé fullt hérna alveg á nóttinni í öll hól, er það ekki? Já, náttúrulega nema veðrið væri bara alveg sturlað og slíkt sko og veðurspáin náttúrulega væri það góð allan tíma fyrir. Já. En það er vonandi að það var eitthvað tíma. Það var alltaf ótrúlega gaman að sjá slíkt verða veruleika. Einmitt. Beindu, þú ert búinn að vera hve lengi hérna sem framkvæmdastjóri? Þú ert hvað, 3. Já, á mínu 3. ári. Þið eru 3. ári? 3. ári, já. Og hvað? Og hvernig hefur þetta verið? Þetta er bara búið að vera mjög gaman. Þú er mikla framkvæmdir í gangi, búin að sjá mikla breytingar. Já. Og völlurinn alltaf að þróast og bara fjölgun í klúbnum og bara allt frábært. Já. En svona, ég meina þetta sumar, hvernig hefur svona völlurinn komið undan? Var ekki veðrið svona aðeins að stríða ykkur til þess að byrja með? Jú, ég held að þetta bara verið eins og alla velli á landinu að veður aðstæður í voru ekki svona þær bestu, allan eins og í apríl-maí. Það var mikill þurrkur og hitinn ekki það mikill og mikill vindur. Þannig að grasið átti erfitt og það var kannski við sjálf. Taldi þetta að vera gott veður en það var ekki gott fyrir grasið. Þannig að þetta var alveg áskorun og svona, hvað sé að völlurinn er ekki alveg kannski jafn fljótur að koma upp og venjulega og ég held að ég bara við marga velli á landinu. En núna náttúrulega bara með hitanum sem er komin upp og rigning og eitthvað svona sem er bara nauðsynlegt fyrir golfvelli að þá er þetta núna að bara taka stakkaskiptum eins og bara held ég með alla velli á landinu. Já. Og hvað annað svona er á bara döfunni hjá okkur þá, núna svona á bara næstunni? Já, við erum með meistaramóti næstu viku og svo erum við með Global Junior Golf, alþjóðleg golfmót fyrir unglinga upp að 21 árs aldri. Það er fyrsta skipti sem við erum með það. Golfklúbbur Mosfellsbæjar er búinn að vera með það núna held ég í 3 ár. Þannig að núna erum við með í því og svo erum við með styrktamóti okkar yfir Verslunarhelgina og hjón og para og svo verðum við með nýtt mót í byrjun september sem er svona golfhópamót. Það er dálítið spennandi mót, segðu mér aðeins frá því. Já, það er mót sem við erum að sitja á lagginu hérna með bóla, Ölgerni og 66 gráður norður og öðrum. Þá er þetta eins og svona sveitakeppni sem þekkist hérna með svona meistaraflokksskylfinga nema bara fyrir svona bumbugólfara í raun og veru. Svona golfhópa, það eru golfhópar sko. Margir golfhópar væntanlega út all land. Já, og þá er þetta 6 til 8 manna lið, það eru bara 6 sem spila í hvert skipti og þá er þetta í riðlum, það er 4 liða riðlar, 16 lið og þá er að spila allir móti öllum og þetta er bara að vera rosalega gaman og
og þessi bara 9 holukeppni með fórgjöf og þetta á að vera svona slútt á sumrun. Þannig að þú getur spilað á móti rosaflottum Keilvíki eða bara einhverjum bara á þínum galiberi eða verri eða eitthvað svona, skiptir ekki máli, allir eru bara jafnir og komast þær, bara hver er besti golfhópurinn, hvort það sé karlahópur blandaður eða kvennahópur. Það var ógeðslega gaman að ná fullri mætingu það og sjá að fólk etja kappi hérna. En hvað með bara þitt golf? Nú eru 10 ár síðan að þú náðir að hampa, bara stærsti titillinn á Íslandi, íslensk golf, það er væntanlega að verða Íslandsmeistari. Það eru 10 ár í dag. Ætlar að halda upp á það með því að mæta? Ég þarf fyrst að spila eitthvað sko. Og það er að spila ágætlega sko. Ekki mikið tími það þegar maður er á fullu? Nei, ekki svona þegar maður er í þessu starfi sko. En það væri náttúrulega mjög gaman að geta tekið þátt en maður er bara í öðrum hlutverkum núna. En jú, kannski læt ég sjá mig og kemst kannski inn í móti, hver veit. En ég hef smá tíma, við skulum sjá til. Til hamingju með virkilega flott mótuna, virkilega gaman að þessu. Takk hjá það.